Óðinn kom til Grindavíkur sjómannadagshelgina. Við tókum á móti þessu sögufræga varðskipi. Guðni T.H., velkomin til Grindavíkur. Þú hefur væntanlega aldrei komið svona til Grindavíkur áður það? Nei, ég hef aldrei, hver veit, ég var eitt sumar á fraktskipi og nú þarf ég að rifja upp í minningunni hvort við komum hér við þegar við fórum á ströndina. En í öllu falli, þá var þetta merkileg og ég leyfi mér að segja mögnuð stund að fá að fara með áhöfninni á Óðni, þessa siglingu. Og ég í raun djúpt snortinn. Hér hafa árabil hollvinir Óðins lagt nótt við dag, viljað sýna skipinu og sögunni sjálfsagða virðingu og uppskera nú, ef svo má segja, árangur erfiðisins með því að við komum hér á þessum fallega degi og þetta frábær leið til þess að sýna sögunni þá virðingu sem hún á skilið, sögu þessa skips, sögu landhelgisgæslunnar. Óðinn kom til Íslands 1960 og var þá skip sem var hannað eftir þess tíma kröfum og menn voru framsýnir við gerð skipsins. Það hentaði vel til björgunarstarfa og sýndi það nú svo sannarlega í verki og átti svo líka sínar mögnuðu stundir í þorskastríðunum. Hér borð voru menn með þeim fyrstu að beita klippunum með góðum árangri. Fyrst í átökunum útfærslunni 50 mílur, 72 til 73 og svo aftur 75 til 76 þegar við ferðum út í 200 mílur og þá urðu átökum viðunum ansi hörð, vægast sagt. Þá var gott að eiga Óðinn að og skipshöfnina þar. Óðinn lauk farsælum ferli en við getum sagt að fleytan hafi verið í nausti en orðið áfram til gagns því að í Reykjavík hefur Óðinn verið hafnarprýði og safnaprýði. Þangað hafa þúsundir komið og fengið að kynnast sögu þessa skips, sögu landhelgisgæslunnar, þjóðarsögu Íslendinga, baráttunni fyrir fullum yfirráðum yfir auðlindinni og þannig hefur Óðinn áfram reynst okkur vel. Og svo gerist þetta sem ég leyfi mig nú að segja að menn hafa nú ekkert endilega séð fyrir sér að myndi gerast að Óðinn fer aftur að kljúfa öldurnar með einvala lið borð, hollvini félagsins, hollvini Óðins fyrirgefðu, sem hafa sýnt þessu skipi og sögu þess einstaka ræktarsemi og eiga svo sannarlega heiður skilinn og minn var heiðurinn að fá að fara með þeim þessa ferð. Ég naut þess mjög. Fann engin sjóveiki? Fann ekki fyrir sjóveiki fyrsta kastið en svo læddist hún aftan að manni og ég settist niður og ætlaði að fá mér kjötsúpu með áhöfn og gestum en ég fekk mér bara eitt bita og sá að nú þyrfti mér að koma afsíðis. Ætlar að njóta Grindavíkur eitthvað meira þessu sjómannhelgi? Já, ég hef komið hér nokkru sinnum áður og farið á sjóvaran Síkáta með fjölskyldunni og alltaf mætt og notið gestrisni og góðvildar heimafólks og svo verður raunin áfram núna. Grindavík öflugur útgerðarbær og hér halda menn sjómannadaginn hátíðlegan eins og vera ber og alltaf gaman að koma hingað. Hvort sem það á sjóvaranum Síkáta eða bara að skella sér með fjölskyldunni í sund. Og Grindvíkingar eru þannig að þeir taka virðulega á móti mér vegna þess að ég gegni þessu embætti
en leið fólk hér vinalegt og það nú einmitt það sem þetta snýst að sýna þá virðingu sem embættið á skilið en við viljum enga upphafningu eða hérna einhver tilgerðarheit og því hefur aldrei verið fyrir að fara hér í Grindavík. Hér bætir manni bara hlýja og góðvild og það kann ég svo sannarlega vel að meta. Þú ert náttúrulega mjög alþýðlegur, þannig hérna kemur kannski erfið spurning í lokin. Á morgun sjálfur sjómannadagurinn og að gömlum sið þá munu menn berjast út á planka í sem sagt kottaslag. Ef að þú þorir þá skal ég mæta þar á plankanum á morgun. Hvað segir það? Þetta vel boðið og ég alveg handviss ef ég myndi geta mætt þá myndir þú þurfa að lúta í gras þótt við værum úti á sjó. En ég þess heiðurs aðnjótandi líka að á sjómannadaginn sæki ég minningarathöfn í Fossvogskirkjugarði þá sem hlotið hafa vota gröf og svo guðsþjónustu í Dómkirkjunni í Reykjavík. Þannig að þetta ekki bara afsökun hjá þér sem stóð ekki að mæta mér? Ekki þannig, nei. En við skulum sjá til síðar meir og ég hef líka tekið upp á því sem ég hefði nú aldrei haldið að ég hefði gaman af hér fyrr á tíð að skella mér í sjósund og þannig að þótt svo illa færi að þú myndir skella mér þá myndi ég alveg þola það, ég myndi alveg lifa það af.